Jæja, velkom til leiks. Það er 7. umferð á Íslandsmótinu í skák og það eru komin einu úrslit í hús. En já, ekki skemmtilega ástæða fyrir því. Það er svona nánast fordæmalausar aðstæður en einn keppandi hefur hætt þátttöku í mótinu, Héðinn Steingrímsson. Þannig að Lenka er með fría vinningi í þessari umferð og já, því miður þetta setur leiðilegan strik í reikninginn á þessu móti því að nú mun til dæmis Helgi Áss fá mikilvæga vinning og frídag og menn hætta sérst eftir að helmingamótinu er lokið að þá gilda skákina sem eru búnar, restina af skákunum tapast versus að ef þessi ákvörðun hefði komið fyrr þá hefði bara allar skákir strikast út og þannig séð allir setið sama borðinu. Þetta hefði það náttúrulega verið svekkjandi, sérstaklega fyrir menn sem að tældu við Héðinn snemma og unnu eins og glæsilegu sigur hjá Hilmi til dæmis. En svona er þetta. Við getum lítið gert í þessu að fara í það skáki sem er í gangi og við hefum leik bara í þeirri röð sem var að berast á Lichess. Fyrst er það Bárður með afsakið Dagur Kvittar Barð, ég er ofta að röglast á þessu. Já, Dagur hefur ég man alltaf eftir einni riddari eftir skák hann á móti Guðmundi þar sem hann endaði með fréttabransleiknum riddari A5 í 19. leik og ég veit að hann hefur verið að skoða reti, það er til dæmis ágætis reti námskeið á Chessable. Grunarlegt Dagur hafði eitthvað verið að leita í þau. En Bárður velur hérna svona mjög svona traust setup hjá svörtum sem margir grípa einmitt til í gegn þessari uppstillingu hjá hvítum. Þetta er bara D5, riddari E5, biskupinn fyrir G6, hvítur fær hérna parið, svartur er að sjálfsögðu með mjög trausta svona slafastöðu, ef svo mætti kalla. Biskupinn fyrir Davíð 6, biskupinn Gunnar 5, stuttur á Guðmundur C2. Ja, þetta er náttúrulega hálfgerður hérna. Þetta er svona Karlsbad struktúr sem kemur oft upp í drottningabræði. Drottning C7, drottning D3. Ég er nú reynda mjög góð minningar úr svona struktúra svart inn í skákum móti Elizabeth Patz í ensku deildakeppninni. Yfirleitt er planið hjá hvítum er svona svolítið að kýtla hérna á drottningavagnum. Eftir hrókur C3, hvað hrókurinn hann var á D3. Það var hún í hérna, svartur leikur drottning A5 sem setur á hana biskup og það er staðan, já. Það er spurning hvar Dagur vill hafa hana biskup. Vantalega Hörvar, það er spurning hvort hann fara D2 eða E3. Það var hún í hérna á E4, vantalega kemur það riddari F6 kjölfæri. Hvítur nú svona nokkur leikjum frá því að opna einhverju svona miljónhluta árásum með einhverju slíku. Já, þetta var ekki leikur, þetta var ég að rekast í músina. Þannig að drottning A5 síðasta leikur. Já, ekki mikið gangi þarna. Það er kannski svona einna helst, myndi ég segja merkilegasta skákinu væri hérna Hjörvar með hvítt á Vigni. Náttúrulega mikilvæg skák. Hjörvar í afsakið Vignir í topparáttunni með svarta móti Hjörvari. Og það sem er að gerast í þessari skák er að Vigni teldi hérna biskup E7, drottningabræð, biskup F4 afbrigði. Það er svona eina hugmyndir náttúrulega með biskup B7, það er að geyma riddarann og komið F4 þessi afbrigði með biskup G5. Það er það sem er að gerast. Nú kemur riddari F6, þannig að hvítur er þvingaður að tefla afbrigði með biskupin hér, sem er engan veginn slæmt. En hann kemur biskup F5, þetta er náttúrulega mjög konkrét leikur. Það sem er drottning B3 þá er pressa bæði á D5 peðið og á B7 peðið. Og hérna er Vigni með 1:32 klukkunni og leikur strax riddari C6. Sem er ákveðið statement, segir bara ég er undirbúinn, takk þetta peð. Hjörvar búinn að hugsa henni korter. Hugsa sem, já, undir 10 mínútum, en tekur þetta peð. Og nú bara spurningin, er hann að reyna að reyfja upp einhvern variant eða er hann að kalla einhvers konar bluff hjá Vigni?
Vigni svarar bræði, riddari B4. Ég tekur 2 mínútur í þetta. Það er kannski ekki búist við að hann takir peðið, sko. Það er oft sem ég leika svona, ef þú ert með einhvern undirbúning og kemur eitthvað afbrigði einmitt þar sem þú ert að fórna, eins og hér á B7. Ef þú leikur riddari C6 strax og örugt, að þá þorir andstæðingurinn, já ok, hann er ekkert hræddur. Þannig að kannski er ekkert í lagi að drepa þetta peð. Þannig að bæðir það menn þora síður að drepa þetta ef þeir eru ekki undirbúnir, og sá sem er undirbúinn, hann kannski eyðir minni tíma í eitthvað tvennavarianta því að hann heldur að andstæðingurinn drepi ekki á B7. En hér er hans að drepa á B7, þannig að ok, 2 mínútur hérna, riddari B4, hrókur C1, það var nokkuð augljóst að það var hótun hérna, og nú hótar svartur, þannig að svartur er búinn að fórna þarna einu peði og býður henni mögulega upp á annað hérna einhvern tímann, þá drepa C7 til dæmis. Hérna kom A3, við sáum hérna fór mikil tími hjá Hjörvari, þannig þegar komin 30 mínútur undir á klukkunni hérna og hann eyðir öðrum hálftíma í A3, þannig að hérna er Vignir komin með klukkutíma í tímahóskot og þetta er eitthvað sem að maður sér ekki oft á Hjörvari. Riddari C2, hérna er hann greinilega búinn að ákveða að gefa skiptamuninn og taka á C7. Þetta er athyglisvert. Hjörvari er með R-inn jafnt á liði, hann er með 2 P fyrir skiptamuninn. En við setjum á drottninguna, hvert allar hvítir að fara. Já, gæti ekki til dæmis komið núna bara drottning C8 og allt hann kannski leika drottning C6. Hugmyndin hjá mér með drottning C8 væri sem sagt að taka svo bara, ég veit nokki hvor hrókurinn er betri, segjum bara þessi, og ef biskupinn hörvar eitthvað þá er vantanlega ofan í hérna A3 og þessi svo í kjölfarið sem dæmi. En mig grunar að drottning C8 þá kannski með, nei ef ég fyrir hér þá kemur leikur að borða við biskup D8 eða riddari E8. Eða riddari E8 hefur verið, þá var þessi svona, þannig að kannski biskup D8 og já ok, þetta er vesen. Þetta er vesen, sjá til dæmis hér, þá get ég leppaði hérna. Sýnist drottning C8 ætti nú að vera nokkuð eðlilegur leikur. En já, komum aftur í þessa, getur verið að Vignir noti tímann svolítið núna, hann er með mikið tímahóskot, gríðalegt í rauninni. Olga hefur hvítt á Guðmund og það er síkilega verð þetta E5 afbrigði. Ég sé bæði Olga og Andri teppa þetta afbrigði mikið. Olga gerir til að mynda jafntefli við Jón Viktor í þessu afbrigði. Andri náði mjög snarpan sigur í þessu afbrigði á einu móti hérna innanlands. Drottning 2 og hérna kemur ég á B3. Hvítur að þeirra langkróka og tilbúinu sóknar að gerir ef að svartur hrókar stutt. Riddari C6 hjá Gumma, hérna verður kaup, biskupinn þarf B2 og langar hrókunin hún kemur E6, hrókur G1. Já, hvítur er ekki að fela neitt. Hvítur býður á þetta, vonar að svartur hróki og þá stendur þessi vel, þessi peð fara á stað. Gummi ætlar ekki að hleypa um að stað, hann leikur H5. Kostur og gallar stoppar hann að G4 leik. En nú er kannski verið erfiðara að hróka út bara búin að vekja kongstöðuna. Eftir F3 kom H4. Reynir að halda þessu lokuðu af því að eftir G4 sem Olga lék þá helst G-línan lokuð. En nú er svartur eiginlega orðinn svolítið nauðbeður að jafnvel að hróka langt. Við sko D6, kongur B1, always play king B1 segir Ben Fannigold. Ok, nú fáum við svari, hann ætlar að hafa kongin á F8. Davíð 3, drottning seri 7, riddari fyrir E4. Opnar hérna svolítið vel fyrir hérna biskup, en svartur getur nú stoppað uppið þá, gerir það strax með biskup E5. Þá kom riddari til Finnur 6. Þannig að Gummi fórnar hérna aðeins struktúrnum hjá sér, fær tvípið F6, sem þarf nú ekkert að vera slæmt. F4 og hrókur G8. Svolítið spes staða. Hóttunin er alltaf biskup Gunnar 4. Já, þetta er staða sem er ekkert svo hlaupið að því að meta. Kannski G4. Nei, það kemur drottningur F4. Ef G4 strax þá má drepa hérna, það er leppun hérna.
Þannig að allir kom ekki leikur annarkvort fer hún með hrókin undan eða leikur biskup G2 núna. Nei, biskup G2 har hún í og G3, ok. Þannig við verðum að leika hróku eða drottningu undan til að lenda ekki í þessu. Drottningi E3 til dæmis undirbúa það að koma þessi biskup á skálinu. Bara valda þetta peð hérna. Jæja, þetta er líklega svona dýnamist jafnvægi. Það er þetta. Ég veit ekki að hvítir standi eitthvað betur, en ekkert til að hafa áhyggjur af. Þetta getur orðið löng barátta. Og hér er nú aldeilis athyglisverð skák. Í þessari skák milli Hilmis, sem er ennþá í toppbaráttunni, og Alexander Domalchuk, sem er nálægt toppbaráttunni, en þarf eiginlega að vinna þessi skák til að komast aðeins nær toppnum. Það er nú ekki líklega til þess. Við fáum Reddy hérna. Og Alexander velur að tefla svona sem er hvíturinn. Það sem við erum með núna er grunnfeldabrið með skiptulitum. Þannig að hvítur hefur auka tempó. En þetta er alveg eins og grunnfeld. Það er hérna D4, einar 5, Ridder C6, B C6. Þannig að þessi tefla grunnfeld þekkja þessa stöðu. Og spurning hvort að auka tempó er telji. Og oft gerir þetta auka tempo það að verkum að hvítun er mjög fljótt að byggja upp einhvers konar pressu hérna á þetta D-pad með bláa liturinn hérna með einhverjum svona leikjum. Mjög sleppin hérna. Mikil press á D-pad og hann byrjar því Ridder C3. Þannig kemur hrók C8. Hvítur getur telt svona með skiptulitum, þá getur hvítur telt þetta aðbreyði og ég átta mig ekki alveg á blæbreyðamunum, en alltaf tempó, en það hefði kannski aðeins að hafa einhver tíma til að svona kafa hon í hérna stöðuna til að átta sig á hvernig maður nýta tempóið. Drottning A4 virðist vera vísir af því að reyna að nýta sér það. Til svartan að losa pressuna. E4 yfirleitt losa pressuna snemma. Við getum haldið áfram með hróku D og við erum svolítið búin að veikja hennar svörturriðina sem dæmi. D4 er ekki hægt að leika núna strax af því að ég geti skotið inn biskup C6 með skák. Þannig að Sasha vilur hérna drottning D7. En þá kemur þetta daginn að pressan virðist vera ansi erfið, en sjáum að Sasha er ekki búin að nota neitt tíma. Og hann virðist vera vel undirbúinn og þetta hefur allt helst áður. Komum við til D7, ég er nú bara að skoða þetta núna, ég er með gagnagrunn hérna til hliðar á Lichess. Hróku D. Og nú sáum við þetta mjög erfið pressa á þetta P hérna. En hérna eru góðu skapin að leika biskup C5 og Sasha leikur því strax. Sjáum klukkuna 1:33. Erfitt að valda þetta P eins og ég segi. Líka því að hvítur getur ennþá aukið pressun. Hann getur leikið biskup hér. D4 er örugglega mjög varasamur eftir E3. Það er erfitt að valda þetta allt saman. Og að því ég ekki drepi hérna og ekki pressuna ennþá. Hvernig svo drepur? B3 og hvítur vinnur bara P sínins manni. Hér okkur C4. Þetta er B5 með eitthvað pressa, ok. Þannig að vinnur einmitt Pia Kramning með hvít vinnur gegn Thomas Ernst árið 2018. En góðu skápin eru að leika hérna biskup C5, ég sé það í grunnum. Vallejo Pons, Akobian, Husebeth, Tíbo, alls konar menn. Þetta tapar P-inn á D5. Það virðist vera með vilja gert. Það var að kaupa D5 og kongur E6. Og ennþá er Alexander að tefla mjög hratt. Hrókur D2 hjá Hilmi sem nú ekkert að eyða neitt súper mikil tíma. Hann er búið með 9 mínútur, við erum komin í 17. leik. Hrókur hafa D8 hæl, 1:35 klukknum takk fyrir í 17. leik. Og þetta virðist vera svona mjög sterkt jafnteflisafbrigði á svartan. Hér er Vallejo Ponsakar jafntefli við Svídler, Akobian við Matlakov, Husebeth við Kæmer, allt stigalegri skákmennum með svörtu að ná jafntefli. Nú, sjáum að einn aðalvandinn hjá hvítum er að koma þessum biskupi hérna út. Við sjáum þessi dæmi ef að hvítum myndi drepa hérna á D8 þá getum við ekki lyft
skákina hér og eini reiturinn er G5. Þá kemur F6 og við hugsaum hvert fyrir þessi biskup. Kannski verið hægt að skjóta inn í hrókur C1 hérna og það er einhverja skákir í því. En það svo sem breytir ekki dýnamíkinn að biskupin á enga reiti og nú verður hann að fara E3 og fá tvíbla. Hvað svo sem svipa dæmi upp í skákinni? Hilmi leik kongur F1, okkur biskup B6 hæl. Þetta opnar C-línuna og hóttunum stöðunir reyndar að fara einum lengra, drepa C1 og drepa D2, þannig að hvítu verður einhvern veginn að leysa úr pressunni, drepa D8 og leikur biskup 1-3. Eins og segið, þessi er ekki í boði og þessi er ekki í boði út af F6. Þannig að biskup E3 er í raun eini reiturinn. Við höfum ekki tíma í oft þegar það kemur þessi pressa hérna, þá höfum við tíma í að leika biskup B2, nú eftir biskup D4 höfum við það einfallega ekki. Og hérna sýnist mér hvítu vera í svolítið klemmu hérna. Sé ekki alveg hvernig hann losnar úr þessu. Þannig að Hilmi verður að taka á sig þetta tvípið hérna. Þetta er biskup B3 drepið, það tekur á sig þetta tvípið hérna. Og enn, sjáu við klukkuna, 1:36, ég man nú bara alla eftir að sé svona. 1:36. Hérna er Alexander semst að segja okkur í 21. leik að hann þekkir þessu stöðu. Og þetta er testaður, hrókur B1, kongur F5, þetta er klárlega dýpsti undirbúningu sem við séum þessu móti. Kongur finnur 2 og kongur 1-4. Nú er hvíti kongurinn bundinn við þetta peð og það virðist ekki hlaupið að því að nota þetta umfram peð. Hvíti fyrir á stað hérna A4, það kemur hrókur D6, D4 og hrókur F6 skák. Ok, hann gefur þetta peð á E3. Ég ætla bara að sjá þetta að sá þessum stöðu og þá rættum við það hérna, það var erfitt fyrir hvítan að komast eitthvað á stað. Því að, ok, fyrst að neðri þessari skák þá ætla hann að næra peðinu. En þótt hann hefði ekki gert það, að hvernig ætlar að koma peðanum á stað ef ég er bara hér til dæmis. Kannski ekki, nei, ég byrja þessum. Samt svolítið passíft. Það gat líka sko í stöðunni hér, bara leikja eitthvað peðsleik, segjum bara bíðum, segjum bara, já hvernig er best að bíða. F5 bara að segja eitthvað. Það mér huga að vera bara hér. Eitthvað svona, ok, þetta er passíft en hvernig kemst hvítur á stað. Kongurinn kemst ekki frá peðinu, hann fellur peði. Hrókurinn kemst ekki frá B-peðinu. Reynda geta núna að fara að huga því að fara á 7. Þannig að já, ok, þannig að þetta kannski verið svona varasamt. Að því leiti. En það virðist vera erfitt fyrir hvítan að gera eitthvað og sérstaklega að því að tapar þessu peði núna tilbaka. Það reynir að fara að stað hérna með þetta peðina. Nú er spurning, já, nú loksins er hann Sasse byrjar að hugsa, síðustu 2 leikir, hann er með rosalega tímahóskotina. Það er enda bara 20 mínútur, Hilmi hefur nú telt nokkuð hratt. En hann skilar því alveg hérna með hrókur F6 skák. Hann skilar þessu með ákvörðunni að taka þetta peð hérna. Og B5. En nú var spurning, hversu hættir þetta peð er, þetta B-peð? Og snýst þetta eiginlega alveg það sko. Þannig ef eitthvað þá myndi ég segja að þessi hvítu sem svona að láta sig dreyma einhverja vinningssensa með þessi peð hérna. En ok, kíkjum aftur á þessa skák, þetta er áhugaður skák. Eina af aðalskákunum er að sjálfsögðu hérna toppbaráttuslagur sem við erum með hérna og það eru þeir já, svona fá rétta stöðu hérna, alls ekki þetta drottning C8 hjá Vigni eins og við mættum búast en já, þessa stöðu erum við með hjá Hannesi og Helga Áss mikilvæg skák, Helgi er efstur, Hannes þarf vel að vinna til að blóta sér í baráttuna þá myndi það já, Mattias, ég mista varst að tala í skákinni hjá Sasse, Alexander og Hilmi Alexander og endanlega það lítur að vera, það er mjög nálægt í að vera jafnt, lítur að vera
Herri, við skulum sjá, þetta var náttúrulega pirk eins og við erum búast. Þannig að já, ég ætla að skipta henni yfir í, við sjáum borðið. 1-4 hjá Hannesi og pirkin. G6. Já, allt saman þekkt hérna. Hannes tefnir þetta hratt. Hannes var náttúrulega fræga skák gegn Ponomarev þegar Ponomarev var fíti heimsmeistari. Á annan einmitt notaði svipaða uppstillingu. Þá var hendur með biskupinn á D3, drottning D2, sett þá riddarinn á G3, skauturókun. Mjög traust uppstilling. Hérna velur hann að setja biskupinn á C4. Og já, ef svartur leikur ekkert E5 þá var þetta orðið ekkert ósvipað, einhvers konar Philidor. Hendur hann D2, hrókar að D8. Helgi býður svolítið á þetta. Við sáum þá hernaðaráætlun virka hjá honum á móti Olgu. Þá var auðvitað Olga svolítið búin að brenna brýr með því að ýta öllum peðunum hérna. Og það kom í baki á henni. En Helgi er svona, Hannes er svona aðeins meira rólegur, býður á þetta. Biskup H6, D5. Já, hérna ákveður Helgi að loksins grípa til aðgerða á miðborðinu. Það er einhvern tímann málið með svona byrjanir sem eru svona hypermótin, að þú eru einhvern tímann að gera eitthvað á miðborðinu. Og hérna ákveður hann að leika D5. Annars eru bara kraminn, sko. Biskup með G7, kom út með G7, einar 5. Riddarinn hoppar henni á E4. Og ég ætla nú að segja að eina hugmyndunum er að ef riddarinn fer eitthvað, þá var hún hérna á E5. En hann lék því ekki. Væntanlega út af biskupur F7. Þessi riddari E6 er leiðilegur. Svartur eru ekki tíma til að taka á E5 og af þeim orsökum lék Helgi hérna H6. En það er enga spurning hvort að hvítur megi gæla við það að taka hérna F7. Aftur er hugmyndinni ef dreipið, þá kemur riddari E6. Kongur hér er vantar til að halda valda á þessum. Næ, ég fyrir ekki hérna, já, kemur riddari E6. Alls ekki. Hér E6. Ég var svona að láta mig detta eitthvað svona í hug en þetta er líklega mikið af því að það var ekki að F4 hérna. Já, þetta gengur vantarlega ekki upp. Svartur ætti að verjast nokkuð auðvitað hér. Ég ætla að spá því að biskupur F7 komi ekki til greina. Nú er ég forvöldin. H6 er ennþá síðasti leikur, Hannes hugsa málið. Aha, hann dreipir hinsegin. Ég var ekki búin að, já, það var einhver óþefur einhverju og hann dreipir hérna með riddara F7. Helgi er búin að svara bragðið með hrókudreipur. Nú held ég hann ætli bara að dreipa F7 hérna og dreipa H6. Hann á náttúrulega E6 líka. Hann á E6 líka. En já, ég er að spá hvort afsakið er ég ennþá með, já, fyrir ekki. Man kann líka H6 hann drapa F7, fyrir ekki. Við förum hérna aftur í borðið hérna, hann drapa F7. Hrókudreipur og er að hugsa mál núna. Nú voru tveir freistandi leikir. Það er sérst leikir sem kom til greina. Annar er að leika E6 og hinn er að dreipa F7 og dreipa H6. Sko, ef E6, segjum bara eitthvað hrókur F6, ég fá mannið tilbaka.
jafnt á peðum en ég með pressu hérna og getur leikið E5, getur leikið hrókur D6, C5, mikið af svona pressuleikjum. Þannig að spurningin er hvort hann ætla að tefla þetta frekar svona, fram til H6. Og sýnismanni svartur þurfa einhvers konar varnarleiki hérna, þetta er F8 til dæmis. Haldar þetta og passar upp á þetta. Hvítur er nú þegar með 2 peð fyrir sko. Þessi er onni. Já, hvítur getur líklega bara telt pósan hérna. Hann er í raun liði yfir. Líks að koma bara C3. Svo hinn hrókin í spilið. Kemur alltaf C5 núna. Spyrjum hvort við þurfum að leika einhverjum kraftari leik, kannski F3. Reyna að opna bara F-línuna fyrir hrókin. Af því að það virðist ekki bóðið að halda þessu loku af því að nú tek ég bara peð og valda og ég er með alltaf mikið að peðum hérna fyrir materiálið og ef þú tekur hérna þá hlýtur að vera einhverjum stórkostlega vandræðum. Þú verður að halda valdi á riddaranum. Það sýnist manni enda illa hérna. Já, ok. Er komið leikur. Já, þetta er komið svona. Hann ætlar að drepa F7 upp á H6. Þessi staða er komin. Og ég ætla að leiða mér að tippa á að þetta sé góð staða hjá hvítum. Hann er í raun liðið yfir og svarti kóngurinn stendur ekki vel. Það er ekki mjög órólegur. Svona vaggar fram og tilbaka á sínum hluta borðsins. Ef Hannes er að fara að leggja Helga hérna velli þá erum við náttúrulega að gala opna þetta mót. Það gæti komið sér vel fyrir Vigni Vatnar ef að hann er að gera góða hluti á móti Hjörvari. Magnað. Við erum ennþá, já þetta er enda bara 15. leikur. Eftir svo getum við C2 Dóling C8. Við erum ennþá að fylgja skák Jan Elvest og Artur Júsupov frá 1991. Við ekki hvort þeir vita það í félagarnir. Það er komið biskup A6. Já, ég misti þessu leik á hann. Vigni dreipur á B7 og svartur fórn að skipta minni tilbaka. Fær í staðinn allavega peð á B2. Hrókur B8. Það eru tvær skákir, Elvest Júsupov annars vegar og Novikov Elisbar Ubilava. Allt sterkir skákmenn. Annar skákinni lék hvítur biskup A6 og í hinni drap hvítur á D5. Hvítur er 2 peðum yfir en augljóslega er peðið á B2 að fara að falla. Kjölfæri myndi þá A3 peðið falla líka. Já, spurning hvað þeir hafa þekkt þetta langt. Man grunar nú með tímanótkunina að Hjörvar sé bara að sé að improvisera. En Vignir hafi haft teóríuna aðeins meira á hreinu. Ubilava, hann tók á B2 í stöðunni. Það var ekki aðra leiki sem komið til greina hérna fyrir svartum myndi maður halda. Það væri helvið töff ef við getum tekið hérna og leikið biskup E4 en það er náttúrulega onni hérna biskup hjá okkur, við höfum ekki tími eitthvað svoleiðis. Elvest Júsupov 1991 endaði með jafntefli sem og Novikov Ubilava. En 1991, já þá
hefur nú Yusupov verið ansi hátt, gott, var hann ekki nummer 3 í heiminum eftir Kasparov og Karpov, allavega einhvern tímann. Gríðarlega flottur skákmaður. Ok, en Vignir hefur nú hérna tímann með sér í liðið hérna. En hvað er að gera sérna? Ef ég drepa B2 þá þarf hvítur nú einhvern veginn að klára liðskipan. Eitt stærsta vandamál í stöðunni er að við getum ekki fara út með rittarann, hvað svo sem það er, af því þá er tekið hérna og skák í borði. Og ég hef ekki tíma til að drepa 2 menn í einu. Ég get vissulega að skáka hérna en svo verð ég að fara eitthvað. Og ég myndi halda að svartur hvítur reyndar með slatta peðum hérna, en það er kannski betra að ég bara taka þetta peð hérna. En það sem að biskupinn er góður hérna, þá held ég að þetta hljótun að vera gott á hvítan, trefnum hér og þetta peð verður á endanum hættulegra heldur hvíta A-peði. Þannig að við höfum ekki tíma til að koma riddaranum út. Í skákinni þá valdi Novikov leikinn biskup Series 4. Já, hann var nummer 3. Það var 86, já, ok. Ég vissi að hann var rétt hjá nummer 3, ég vissi ekki alveg nákvæmlega hvenær. Hvítur er ennþá tvimpað miður í þessari stöðu, en pressa náttúrulega er frekar augljós og Úbila og hann líka reyndar 1-4. Það reyndar ekki E2. Slegið á C3, vantar svo slegið á A3 og náða að hróka. Og henni svartur, já, peðin undir, henn með biskupapari. Já, það er alltaf gaman að skáksögunni, sérstaklega þessum Kasparov Karpov árum. Það var alltaf okkar æska. Já, ef að Hjörvar kemst nú ykkur á svona stöðu, það er líklega vel sloppið bara. Við tímanotkun og annað. Þannig að, já, biskup D5 er síðasta leikurinn sem við sáum. Til líta hérna að fá, já. Þetta er staðan og nú er Hjörvar að hugsa á, já, tíminn að skorta skammti 13 mínútur. Og við erum aðeins búin með 16 leiki, höldum því til haga. Það er alveg 24 leikir eftir og 13 mínútur. Með viðbótartíma þá er það það bil mínútu á leik hjá Hjörvari. Þú snöggar rúnt hérna. Já, þannig eitt sem ég glindi hérna og bara tók hreinlega ekki eftir þegar báruleik drókning A5 að þetta A2-peð er onni. Hann tók það. Og af hverju má ég ekki taka á E4? Er það vegna biskup B4 eitthvað slíkt? Það sem ég þarf að passa hrókinn af því að já, ég fer að vill að reyta og geti bæði ég náttúrulega líklega bara að taka D2 þá í því tilviki. En ég er að hafa hrókinn eitthvað svona klaufalega reyt og spyrjum að þetta nýta sér það eitthvað. Já, ég veit ekki sko. Já, ég veit ekki hvað að segja. Það er eitthvað virkar eitthvað klaufarlegt. Hann alltaf þorði ekki að drepa þetta peð. Hann lék hróku B3 strax. Það var hún í hérna. Þá kom hann drókningu A4 með leppun. Hróku síðan valda drókninguna. Hóttur á B7, stoppar það. Og E3 tekur ekki ennþá. Nei, það getur náttúrulega ekki tekið strax út af hrókudröpur. Og Dagur er peð undir í stöðunni. Eftir E3. En vissulega er þetta peð hérna onni. Gæti
Náttúrulega valda það með F5 er einhver alltaf hefur leikur svona leik þá hugsa maður hvað er í gangi hérna og ég sá nú ekkert einhverja leið fyrir hvítan til að nýta sér þessa skálínu þannig að maður spyr sig hvað er dagur að spá hérna hann er búin að forna peði svarta drátningin er nú svo sem á einhverju vergangi hérna það er ekkert auðvitað að losa hana en að samaskapi sé ég enga sérstaklega leið til að ráðast á hana þetta reyndar í hug biskup F1 gamla góða having said that svartur getur ekki líka C5 með góðu og hérna er hugmyndin hjá mér kannski ekkert ósvipuð það sem Helgi Ásgerði við Hjörvar það er að leika drónin D og róku C og spurði bara hvert er dróningin að fara þetta er ástæðan fyrir biskup C1 og já, þannig að ef svartur valdir þetta penuna með F5 biskup F1 virkar sterkur og það er tveggja leikja spurning hvað ætlar að gera þessa dróningu Já ég bara sé ekki alveg hvernig hann ætlar að valda þessa dróningu eða komin undan ég óska eftir hugmyndum úr sal hann er svo sem ekki búin að leika F5 en það breytir því ekki að ég hvítur eftir leika þá er þetta líklega bara betri leikur biskup F1 og svo drónin D hverjir er að missa? Ok, hann geti kannski nei, ég get ekki einu sinni vandamálið við að ég get aldrei leikið A5 út af hrókutur upp B6 þetta er hugsanlega bara klípa á svart já, við höfum auðvitað með þessu saman hvað setur já, ITT var búin að skoða þetta best með fyrir plan og það er já, ég ætla að sé ekki neitt og við reynum náttúrulega alltaf að gera þetta allt svona tölvufrýtt þannig að við séum að reyna að setja okkur í fótspor manna þannig að ég veit ekkert hvort að þessi staðir eru jafn eða hvort að svartur sé bara stórkostlega vandræði með tölvunum það hrók ekki á þetta þá var ég á því að Guðmundur er að gera eitthvað álgafyrgi gera eitthvað með þessari hótun hann leikur hrókur E1 kemur hann undan A5 hjá Guðmundi, why not hrókurinn er alinu og A4 er leiðilegur dróning Hannes 2 A4 Gunnar 4 og dróning A5 hér er aldeilis já hér hefur tekið sverfið til stjáls það sem Olga var að hugsa var væntanlega í þessa stöðu hérna að biskupinn á einhver sérstakar reyti ef biskupur er upp G4 hvað var hann að hugsa þar það nú bara veit ég ekki af hverju mátti hann ekki drepa hérna ætlaði hann bara að leika einhverju hér og undan peð eða hvað við vinnum ekki einu sinni dróning H4 F5 en líklegast þessi dróning A5 leikur leitur enda bara mjög vel út ég er bara svona að spá í hvað Olga var að hugsa með G4 það sem mitt ætti fyrst var að biskupinn ef hann getur ekki tekið að þá á hann einhver sérstaklega reyti og hérna verður F5 mjög leiðilegur hérna á ég reyndi að hrókur H8 og biskup H7 en samt ekki á þennan hún er kannski verið að hugsa eitthvað svona sko hérna ætti ég hrókur upp í E6 og svo videre
Það var reyndar ekkert alveg ljóst sko, þetta er kongur D7. Það er nú er onni hérna. En ok, hvítir lítur að vera í lagi með eitthvað svona sko. Þannig að þetta virkar ekkert eitthvað samfærandi hvítana því að ég meina Biskupinn G4 getur líka verið leikur. Vissulega lítur þetta hættulega út en Guðmundur leik bara drottning A5. Hvað er í gangi Metti Héðingi? Já, Héðin er hættur í mótinu. Tekið það veist í miður. Fordæmalaus ákvörðun er að vera að hætta á þessum tímapunkti. En hafði eitthvað aðstæður að setja sem hefur ekki, já, það hefur ekki verið undirtektir hjá öðrum keppendum með það. Vissulega eru umhverfisljóð á skákmótum sem gengur að gerist. Hvort þau eru í Hörpu eða Faxafinn eða hvar annars staðar. Og já, þetta er bara því miður, ég veit ekki hvað að segja. En ok, drottning A5 og nú er náttúrulega leiðilega hóttur hérna hrókin á einum og búið að hlaða henni upp í alínuna. Biskupinn 2, tekið og Olgi var vantanlega að hugsa, ok, það er skák hérna, ég er ekkert mát hérna. Já, þarna er það síðanum. En hér leikur Guðmundur C4. Skemmtilega leikur. Hugmynd Guðmundar er að ef að D-peði tekur að þá losna allt í einu valdi hérna og við erum mátuð fyrir hér þannig við erum að fara á okkur flótta með kónginn og ég get ekki séð fyrir mér að þessi flótti eigi eftir að ganga vel. Eitthvað svona. Þetta er svona einhver einn mát, til dæmis er mát í einum hérna. Við erum að fara með kónginn á C5 í staðinn. Og þetta er svona staða sem að þarf eiginlega að reikna, maður veit bara að þetta endar í máti einhvern veginn. Og það skiptir ekki öllu. Til dæmis hér getur við skemmtilega mát, þetta er ekki mát, jú. Svolítið óverlegt mát hérna. Drottningin og hrókurinn vinna vel saman. Og svo ekki með þessi og klára dæmi. Já, þannig að augljóst að það má ekki drepa með D-peði og ef þú drepa með B-peði þá er ég svolítið búinn að búa til þessa skák hérna og þá erum við konum með mát sem að hér, kóngurinn kemst ekkert út, hrókur aðeins mát. Aukin heldur hóttum við í stöðun að leika C3 skák þannig að við höfum ekki tíma til að drepa biskupinn, þannig kemur bara C3 skák, mát í borði. Þannig að Guðmundur er að spyrja hérna stóra spurninga og ég er eins og heldur Olga hafa ekki svör á reiðum höndum hér. Já, þetta er flottur leikur, C4. Það kemur ekki óvart að þetta væri. Já, ef þetta er sérstaklega ef þetta er besti leikur um stöðunni þá er þetta mjög skemmtilegt. Flottur leikur. Og klárlega leikur umferðarinnar ef svo er. Þannig að ég ætla að gera svo djarfur að spá því að þetta hljótunum bara, ég meina það er engin kall í vörninni hjá hvítum. Og út af þessu línu sem við vorum að skoða þá verðist já bara Gummi vera að loka öllu flottarleiðum. Þetta er bara svo sterk hótun hérna. Við höfum ekki tíma í þennan heldur þá náttúrulega lokuðum flottarleiðinni hér og þá kemur bara skák. Já ok, við höfum ýmsa leiðir hérna. Já ég meina bara eitthvað af því að við getum ekki einu sinni opnað hérna af því að drottningin er onni. Og svo bara betur B. Þetta er svona augljóslega að tapast líka. Já, þannig að C4 sýnist mér bara að standi til vinnings. Er hrókur B nenginu vörn í Olgu. Já, þetta er svona eina góða hugmyndin sem ég séð. Tilraun til varnar. Þá er spurning hvort ég mætti Mér langar svolítið að prófa þennan. Það hótaði bara mát í einum með C3. Ég má ekki drepa með D út af drottningdrepur. Ég má drepa svona. Þá langar mér smá að leika kóngur E7. Og þá er hótunin til dæmis ef við getur F5 allir leika hrókur A2. Kóngur drepur, drottning drepur.
og svo mát á alínunni. Ég sé reyndar ekki heldur vörðið þessu sko. Já, Gauti samanlega mér, hann segir drottning D2, hótar C3 mát. Ég sýnist þessi skák sko, fyrir skákkennar eins og Gauti þá var skákinn hann Dómaldsjúk á móti Olgu, mjög lærdómsrík í það bara að þjálfa alls konar mátþemu. Mér sýnist þessi bjóð upp á gríðarlega fjölda af skemmtilegum mátþemu líka. Þannig að höfum svona auga með þessari, klárlega skemmtileg skák. Það er allavega skemmtileg lokanleikur. C4 leikur. Ok, hún er búin að leika B. Mér langar kannski að kíkja aðeins Helga Áss og Hannes og Helga Áss. Og hún fór eins og við heldum, drottning H6 ritar F8. Og þá leik Hannes F3. Ég var sammála þessu. Þetta var mjög rökrétt. Reyna bara að opna fyrir F-línuna. Og þetta kostaði peð. Helgi vill ekki hleypa honum í F-línuna. Við vorum eiginlega búin að skoða það. Þótt stutt væri, það lítur bara að vera alveg fatalt að til dæmis setur upp F3, hrókur upp F3. Þetta lítur algjörlega fatalt út. Hrókur F7 hótun, hrókur F8 hótun. Sattur líður þetta ekki af, þannig að Helgi þarf að gefa annað peð, E3. Og nú er þetta einfallega ómikið af peðum. Ég held að Hannes bara standi til vinnings. Vissulega er alltaf líf í því að hafa 2 menn fyrir hrók, oft hægt að búa til alls konar mótspil þótt að vanti peðin, en þetta er einfallega ómikið af peðum og þetta verður bara æfingu svona smá raðtækni hjá Hannesi, myndi ég halda. Hannes stendur klárlega til vinning sinna. Og hvernig gengur endataflið? Það er nú ótrúlega lítið leiki hérna í skákinni. Hilmi Freyr, Dómaldsjúk. Með hraðan á fyrstu leikinum, það heldur betur hægst á þeim hérna, B5. Já, kóngurinn fór tilbaka bara, kóngur D4. Hilmir virkið sinn kóng, kóngur D2. Já, hann hafði ekki tími í neitt annað held ég. Já, þetta virðist bara að vera jafnteflislegt held ég. Kóngurinn er tilbúin í vörnina ef með þarf. Og skákin hjá Hjörvar og Vigni, hún fylgir ennþá skákinni Novikov Ubilava. Þetta er samt ekki lengsta skákin sem fylgir annari skák, það var að sjálfsögðu skákin hjá Alexander Dómaldsjúk og Hilmi. Við fyrir að 3. Já, ok, hérna reyndar lék Ubilava ritar E4 sem að lítur vel út. En Vigni draf beint á A3, ritar G2, A5, stuttrákun, biskup Bjarni 4. Það hefur fjarað svolítið út. Mikil tími sem fór þetta hjá Hjörvari, hann er bara 9 mínútur eftir. Vigni er á 32 mínútur. Hjörvar virðist nú hafa svona náð að reikna sig út í stöðu sem á að vera í lagi. Svartur er samt með mjög hættulegt frípeð. Mjög hættulegt. A3. Já, fyrsta lagi loftar út. Öðru lagi tekur hann E4. Þessi er spurning hvort að Svartur hefði átt að leika riddar E4 eins og Ubilava til að sennilega losna sig unna riddara því hann er ekki að gera neitt sérstakt. Það hefði komið til álita. Þannig að kannski er þetta að nota hérna að hinu vagnum til að hjálpa til. Það leiði mér að kalla þetta dýnamist jafnvægi, hvítar höfðu peð, svartar höfðu biskup á par og hættulegt frípeð. En skemmtilegasta skákin núna er klárlega skák Guðmundar og Olgu. Eftir hrókur B þá vorum við að stinga upp á hérna drottning D2 með hugmyndinni C3 sem leit nú ansi skemmtilega út. Ég sé ekki alveg hvað hvítur gerir hérna. Af því að hrókur A er bara ekki boðið út á drottning B4. Þetta er mát. Og hrókur A2 er að koma. Get ég valda kannski, eitthvað svona? Nei, þetta er enn að leikja með mát í einum.
Þannig að hrókur á C, hvað sem það er mát. Drottningin, másinn lítils, getur ekki einu sinni skákað. Og ef við tökum þennan þá kemur hrókur A2. Kóngur B3 hlýtur enda með mát einhvern veginn. Er ekki hrókur A4 líka? Ok, bara beint á eða nefndi hvernig hrókur A4. D2. Já, bara hér hrókur A4. Jú, hlýtur vel aðeins líka. Hér. Kannski fyrir á B3. Það því ég get borið fyrir hérna á B3, spurning hvort að það sleppi. Finnst þessi virka hættulegri. Af því að ég á alltaf með þessi eitthvað svona, þá á ég alltaf eitthvað svona og svo hrókur hér. But ok. Já, geti líka leikið þessu hrókur A4. Hvað er þetta á? Kóngur, nei hérna. Já, tekið F5. Kóngur A3. Nei, þú getur ekki leikið kóngur E7 út af hrókudröpu B4. Eða hrókudröpu G8. Þannig ég er ekki viss með hrókur A4 gangi. Kóngur E7 líklega betri bara að þetta er svo þráðbein hótun að skáka hérna og drepa hérna. Biskup D, nei, biskup D gengur ekki heldur. Vá, það gengur ekki þegar hérna. Ok, en hvað gerði Gummi? Hann leik C3. Hann leik það tiltölulega fljótt, þannig að hann hlýtur að hafa séð eitthvað í þessu. Og hann leikur hérna hér og drónum B2. Þetta er reyndar alveg skemmtilegt líka hjá Guðmundi. Það sem að hrókur C gengur ekki út af drónum C og bakkarækmát. Þannig að Olga verður að gefa hennar hrók, leggur að flóta, kóngur E, drónum B, kóngur F2, drónum C2. Já, þetta var alveg fín vinningsleið hjá Gumma, þetta er nú bara keppni í það. Hvor er betri vinningsleið? Það fæst bara eitt stig fyrir að vinna, þannig að ef þú finnur leið til að vinna, að þá gildir það. Það þarf að vera eitthvað fletta fingur ofan í hvaða vinningsleið maður velja. Ég meina, hvítur verður, drottningin ekki að gera neitt. Það eina, hann verður að taka þetta hérna. Já, þetta er bara steinbúið hérna. Eitthvað svona hrókur A2. Og svo framvegis. Valkvíðavarianturinn, vá, já. Herru, þetta er bara mjög vel gert hjá Guðmundi. Þetta er staðan hérna, þetta er hann sitt hér. Við förum að hóslið þessa skák, sýnist mér, líka ljóst fyrir. Já, hrókur E4, já, gæti líka gengið upp, sko. Ég segi, hafi allar legið til Rómar. Og það er kannski rökrétt bara því að í stöðunni hérna eftir drótning A5, það er engin vörn hjá kóngnum. Svartur er með 2 þungamenn, biskupinn jafnvel kláran, þú veist, einn leikur í hinhrókin og svo þessi C4 leikur sem virkaði mjög sterkur. Þannig að þetta lítur út fyrir að vera bara vinningur. Já, Guðmundi, nei, þú veist, lítur ekkert út fyrir, þetta er bara vinningur. Olga skákaði hérna H6 í stöðunni eftir drótning C2, skákaði hérna H6 kóngur E7. Ég sé ekki að það breyti einu einasta máli. Þetta er búið. You can resign. Hannes leik drottning Bjarni 3 í stöðunni, lepparinn riddara, Helgi afleppaðan. Og þetta var ekkert vitlaust hjá Hannesi því að bara taka henni reit hérna á þessari drottningu og þarf að hleypa hann eitthvað.
Vantanlega kemur C3 núna. Það er spurning hvernig Helgi ætlar að búa til mótspil hérna, það verður erfitt. Vissulega getur hann sett hann ritturinn með F4 en það er ekki nóg. Já, við færum staðan kóngur G7 síðustu leikur. Já, svona skiptist sólin skín svona annan þriðja hvern dag hérna og þá erum við með þetta tjald þarna sem að hangir en tókum þau upp núna, það verður betri birta í salnum þegar já, í staðan fyrir að draga allt fyrir sko, það verður svona betri birta á borðunum en þegar sólin er þá er hann oft of sterk hana það líður á sérstaklega 6-leitið og þá þarf að draga hana fyrir. Hannes virðist ætla að setja strik í reikningin í toppbarátuna. Ég ætla aðeins að skoða þetta stöðuna svona rétt svona aðeins. Já, það er að koma því upp að við getum skoða stöðuna svona frá og með næstu umferðin. Helgi Ásson með 5,5, Vignir með 5. Svo koma Hannes og Hilmir með 4. Farið svo að Hannes vinnur þessa skák eins og allt stefnir í. Þá mun hann jafna Helgi, minnka munin úr 1,5 vinning í hálfa vinning. Já, þetta er ekki sammála því þrjár pöttur fyrir skiptamun, fyrir tvo kallamönda hrók, það er ansi mikið. Það verður sjánu fyrir Helga og ég spái Hannesi sigri þarna, ég held að það er ekki mjög djörf spá. Þá jafna svolítið leikar, eins og segi, þá er Hannes komin hálfa vinning eftir Helga. Vignir líklegast jafntefli, smávinni sensar. Hann geti náð einn eftir sæti eða jafna Helga. En ég held að Hilmir komast nú ekki mikið nær, hann er með jafnteflislega skáka móti Alexander Domalchuk. En það sem hins vegar vill Helga Áss til tekna er að hann sleppur við að tefla með Svört á morgun á móti Héðni og það því miður hefur stór áhrif. Já, ok, auðvitað, sniðugur leikur hjá Hannesi. Leikur drottning E3, hann vill ekki hleypa sér rittarinn á F4. Ég held fyrst að hann vildi hafa drottninguna hér til að stoppa með þennan leik drottning D5 en já, fyrsta lagi það má ekki drepa hérna út af C3. Rittar F5 er náttúrulega, já, bara telja kallana, þetta gengur ekki. Þannig að hann matar þannig að hann vildi frekar hleypa drottningun á D5 heldur en rittarinn með F4. Sem hérna. Hannes er bara, já, Hannes er góður í að halda stjórn á svona stöðum. Ætli næst á dagskrá sé ekki leika B3. Taka C4 inn og kannski hóta að leika C4 sjálfur. Já, ef hvítin er B3 C4 og svartum má ekki taka hérna. Þá er það að vera hans erfitt. Það er kannski aðeins að taka til að vera hann leikur C4, kannski B3. Já, ok, svona aðeins passa okkur. Já, Hannes með nógan tíma, engar ágjörði af því að hann finna ekki leiði til að pína Helga Áss hérna. En hvað er að frétta með drottninguna hjá Bárði? Aha, hróku C, þetta er B6. Já, ég var svo fastur á að hann gæti ekki leikið C5. Ég glemdi að eftir C5, E3, já, C5. Við höfum ekki tíma í að taka hennar biskup að því að hrókur er núni. Þannig að hérna losnar drottningin og þá losnar
svolítið þessi vandamann hjá svörtum eða hvað, biskup F1 nonetheless. Og þetta gamli bláþráðurinn hérna, A6 vissulega stoppar upp í þennan hérna, en kort í vandræði. Því að nú eru svona lúskallar, svona ekki vel valdaðir. Rittarinn valdaður af biskupnum, biskupinn óvaldaður. Þannig að ég leik á borð við drottning Davíð til dæmis. Þá var þessu og ný. Hann verður að valda eitthvað neginn. Og hann geti ekki valda svona, jú, geti reynda að valda það svona. Geti reynda að sleppa með þetta og drottningi sleppur á C6. En þetta er eins og sjá, þetta hangir alltaf svakalegum bláþræði. Þannig að maður er að velta fyrir sig hvort að hvítur eigi hreinlega einhver killer í stöðunni. Sé það ekki alveg strax. Jú, eins og við leikum drottning D1 fyrir ekki. Nú leikar hrókur C3, já ok. Ég ætla að spá með hennan að þá er þessu onni. Og hvað líkir rittari D7, getur það líka hrókur C8 líka. En við gleymdum þessum á hann. Hérna vinnum hvítur gott betur tilbaka. Og ég hrókur C8. Gleymir þetta allir greina. Hér sé ég ekki hvernig við bætum í, kannski geti ég valda drottninguna, þetta ekki. En allavega, dagur leik hérna hrókur C3. Þannig að nú er spurningin, ef drepið, ég hugsa að við drefum þetta svona, til að þeir lefa ekki biskup B4. En þá er spurningin, má ekki bara vera hér. Og svartur hangir peði yfir. Komast ekki inn. Biskup A5. Og vesen á D-línunni. Nei, þetta er C8. Hvítur er alltaf með biskupapari samt. Ég held að hvítur sé nú ekki í nefni taphattu hérna og örugglega bara með betra ef eitthvað er. Biskup getur verið góður hérna og veitt peð hérna. Já, ég held að hvítur þurfi ekkert að óttast en svona tilfinningin er að hvítur hafi mögulega mistað eitthvað, ég veit það ekki. Hann leik biskup D6 strax, það er komið, ok. Leik biskup D6 bara strax. Svartur reynir að hanga umfram peðinu, hvítur er með parið og hlýtur að hafa næga betur. Bárður, þessi dagur og Bárður. Hjörvar er komin í 4 mínútur. Það sem hefur gerst frá því áðan er að Hjörvar leik kvinnu 3. Þá fór Vignir að sjálfsögðu áfram með A-peðið sitt, hættulega hrípeði, hrókur A1, A3. Nú kom rittari B5. Hótar að vinna þetta peð. Þá, já, biskup B3 hjá Vigni. Og þetta þarf líklega að taka. Það eru kosti kemur peðinu A2. Til dæmis biskup D3 A2. Og ef ég tek, þá er spurningin tek ég á E2 eða B3. Ég myndi halda B3. En það kemur alveg kannski til greina hérna.
Nei, ég held við verðum að taka hana biskup. Þegar E4 bara eitthvað slíkt. Hvítur svona hangir á þessu umhrappið, hann máttilega ekki drepa þetta. En kannski má ég það, svona, reyna að halda umhrappið svona. Kannski ekki gott umhrappið, en þetta umhrappið. Ég máti borðið hann, ég hef ekki tíma til að taka hérna. Ok, sjáum bara hvað gerist. Biskup B3, síðustu leikur. Já, hér var að drapa B3. Með 3 mínútur á klukkunni. Ég held hann drepa á B3, það hlýtur að vera. Jú, hann dreipur á B3. Þá hérna völdum við þetta P hérna, setjum á þennan. Hvítur má væntanlega ekki missa það. Kóngur F2 líklegur. En kannski er E4 betri. Þegar kóngur F2 þá kemur rittarinn strax. Og gæti ég bara komið hér. Það getur óþægilegt. En ég á rittarinn C1. Ok, það sleppur. Það kóngur F2 kannski gengur. Ef að við erum hræddir við rittarinn D5 þá myndum við kannski leika E4 strax. Svo getur það einhverju trikki biskupsleikir hérna. E4 er komin. Hvítur er peð yfir, svartur er með þetta peð, en hvítur virðist að hafa nokkuð góða stjórn á þessu peði. Og helsta vandamál svarts er að þessi riddari er ekki góður. Af þeim orsökum svona gruna mig að ákvörðun hjá Úbilava hafi verið réttar en ákvörðun Vignis var ekki þessari heinastöðu. Það sem Elisbar Úbilava leikur riddari 1-4 gegn Igor Novikov árið 1986. Skák sem endaði með jafntefli. Eina-4. Þetta er staðan. Er svartur með nægilega mikið spil fyrir P er spurningin. Ef ekki, þá geti Hjörvar hugsanlega verið að setja stórt strik í reikningin hjá Vigni. Má ég leika hrókur? Nei, ég held ekki. Hrókur B2. Þetta er C1. Nei, ég ná mig einhvern veginn ekkert að búa til neinn sérstak vandamál eða hvað, biskup D2. Má ég bara taka A3. Kannski þarf hann að reyna að sleppa einhvern veginn svona. Ég má samt reyna með hrók hérna, sko. Mögulega. Já, sjáum til, ok, mátti borðið en segjum bara að leika ykkur leik, bara G5 eða G6. Nú er 2 kallar á neyðindar. G6 er líklega betri hérna. Upp á eitthvað svona. Sleppi hérna. Sýnist þetta að sleppa hérna biskup B4 og vera afturskák, eitthvað svona. Já, þetta er alltaf gamli bláþráðurinn, en líka biskup F8. Það er mjög spakkur leikur, biskup F8. Jú, setur reyndar á þennan.
Það er komið hinn. Það er svo erfitt fyrir svartan að bæta stöðuna og hvítur getur einhvern tíma bætt stöðuna einhvern veginn. Hann velur hinn riddarann. Þetta er biskup aftur að leggja riddari B2 C3. Með 3 mínútur. 25. leikur. Ok, en eftir sem áður vandamál svarts er þessi riddari hérna. Hef ég tíma í að koma einhvern veginn í spilið hérna? Tekur ansi langa tíma. Góðan daginn. Góðan daginn, ég er náttúrulega að loka og læsa. Já, ég læsi alltaf eftir mér. Já, ok. Hvernig 4. Veit Gústaf vaktina? Já, svo svo. Já, ok. Því hann bað mig að læsa. Já, ok. Já, þeir finnir á skrifstofu, það er greinilega ekki borist ná skilabóði frá Gústaf. Herra, ok, maður sér, riddari C3, nei, B-C3, já. Og biskupinn fór tilbaka B4. Býður upp í dans. Vill hér að taka jafntefli, fara aftur á B5. Biskup B4 hjá Vigni núna er eiginlega svolítið óbeint jafnteflisboð. Ég man að læsa kúturumúa. Herru, er skák Guðmundur Olga ekki búin? Já, hún er búin á borðinu en einhvern veginn halda þær áfram hérna drótning H1, hrókur A7, drótning fyrir 3, drefur á G4, það verður kaup, drótning drefur á B3. Já, svartur er skiptamun og þremur beðum yfir. Það lítur nú ekki út fyrir að hafa verið. Já, ok, ég ætla ekki að fara að setja út okkar úrvinnslu hérna, það er allar leiðir liggja til Rómar. Þetta ætti allt saman að duga. Hóttum hérna að fá okkur drottningu. Við svona ættum að stoppa nokkuð auðvitað alla tilburði. Þetta spurning, áttum við ekki að byrja kannski að drottning B6 svona aðeins að þjappi í nokkura svartariti áður en við leikum C2. Svo ég hef nú leikið því frekar. Já, það skiptir engum máli. Drottning D4 að fá okkur drottningu. Jæja, þessi skák ætti að klárast hvaða hverju. Já, lítið að frétta í þessi endatabli hjá Hilmi og Alexander Domansuk, hrókur D7. Kóngur E4 skák, það er ekki oft sem maður leikur kóng og það er skák, en kóngur E4 er vissulega skák. Kóngur C2 F5. Já, þetta er ansi jafnteflislegt og svartur í vantarlega. Já, svona var að reyna að búa til sín eigin færi hérna á kóngsvagnum. Já. En ég held mig við jafnteflisbarn á þessari. Já, þetta er svona að fara að skýra svolítið. Barur og dagur held ég samt að sé svona. Já, hvað sé ég? Ok, nú er Barur reynda búin að neutralisera biskupabörnu. Hvernig gerist það? Drottning B3, biskup B4. Kaup. Svartur hangir peðinu yfir en hvítur er með virka menn, virka hróka. Hrókur að C8. Nú helviti lunkin temmerska hjá
hjá Bárði ef hann er að hanga á þessu peði. Hvítur ætti nú að ná þessu. Já, þó. Það hlóni hérna líka í ykkur ef ég ætla að fara að vinna þetta peð hérna. Já. Ég veit ekki hvað ég skal segja. Köllum þetta dýnumist í abbæði þannig að hann kannski ljós. Nei, mér sýnst svartu vera svona við það að ná yfirhendinni. Þannig að ég er búinn að komast yfir að vesta. Guðmundur er komið með úrslit. Nú sjáum við ungan skákmeistara. Nýbúinn að vinna svæðismót í Reykjavík og er komin á landsmót. Ungur dýringur, þarna með afa sinum og Haukur og afans Jón. Þannig að já, þessari skák lokið þarna hjá Guðmundi og Barði virðist vera, já, stríða degi hérna, hanga á sumfrapeði og fyrstu voru með Vigni í mynd og þá kemur á daginn að Hjörvar virðist nú vera að reyna að tefla þetta vinnings. Hann ætlar ekki að leika riddari B5 og bjóða upp á að endurtaka stöðuna 3 svar. Kóngur finnur 1. Hannes 5 hjá svörtum. Við aðtugum að það gefst ekki tíminn til að leika hérna A2 fyrir svartan. Já, fyrsta lagi væri... Nei, það er ekki að taka þetta. Við skum ekki að fyrir, afsakið. En hér einfallega vinnum við þetta peð. En ok, H5 með 21 myndu, nú spyrjum hvort að Vigni sé svolítið og full mikið að tefla upp á tíman hjá Hjörvari. Þetta er Ari 4, Rókur Davíð 2. Svartur er ennþá með mjög aktíða menn. Alltaf þess að þráa drottningvagnum. Ef hann kæmi þessum í spilið, þá var þetta nú allt önnur saga. En á móti þá var þetta spurning hvernig er hvítur að bæta stöðuna. Það er eitthvað tíma til dæmis að koma kóngnum hérna á E3-reitin, eitthvað slíkt svona aðeins að taka til og fara svo aðeins að íta sjálfur. Það er svona þessi hvítur er að sækjast eftir. En hérna held ég að Hjörvar er langi alveg rosalega að ná sér í 30 mínútur sem að fara í 40. leik, en hann þarf nú ennþá að leika 11 leikjum til að ná því og hefur til þess það bil hálfa mínútu á leik sem er ekki, já, nú þarf að fara kannski tæpa 5 sekúndur í að skrifa leikinn. Já, kannski mesta spennan hér, svona sérstaklega upp á toppbarátuna. Við erum eiginlega búin að finna út að Hannes ætti að vinna. Það komið sér leikur B3 sem byggust upp hjá Hannesi, hann stoppar eina reit hérna og vill einhvern tíma leika C4 þegar ef hann getur. Helgi leik B5, bæði til að stoppa C4 framtíðinu, líka svona reyna að kynna hvítan í að drepa og opna fyrir hennar biskup aðeins betur. En Hannes tók það ekki mál, leikur hókur F1, hókur H1. Við komum að kóngnum undan þessari skálinu. Sem virkar nú ekki eins og það sé, já, sé nú ekki skotlinu það sem að hættan kemur. Maður er eiginlega smekar að hafa hann á hvíturreitt. Þú veist, það kom einhverju svona leikir og það er eiginlega eina sem ég myndi vera smeyku við, það var einhver svona uppstilling og einhverja fórnir á H3 G2. Hann er alveg nokkuð auðvitað að stoppa það. Allavega eins og komið er þá, já, hrókur á þetta. Helgi mun ekkert að gefast upp, sko. Og það er ennþá nóg að köllum
til að hvítur lendi í ykkur ógæslu trikki. Eins og ég segi, þá eru svona ýmsir leikir líklegir okkur hér eða peð hér en að koma sér riddara fyrir hérna. Ég væri allavega ekki orðinn alveg rólegur þó þetta lítur nú alls vel út í hvítum. Þannig að gefum allavega Helga einhverja möguleika hérna. Sasha nota tíman hérna ennþá 32 leikir, þeir eru báðir 10 mínútur. Og já, Dagur hugsar enn hérna, þetta var mjög svipað, 28 leikir, 11 mínútur og 7 mínútur. Minnsti tíminn til umráða er hjá Hjörvari. Já, eftir hrókur D2 þá komur riddari A til C3, H4 hjá Vigni, hrókur B. Hérna gæti Vigni hugnast að drepa henn á C3 og vinna þetta DP tilbaka. Og reyna að verjast með 4 á móti 3. Auðvitað leiðileg vörn en what to do? Gæti kannski gert eitthvað svona. Með hugmyndinni þá að leika kannski háþrú hérna eitthvað slíkt. Aðeins að böggan. Ég held að ég halda þessu nokkuð auðveldlega. Hvíti getur alltaf fengið eitthvað svona stöðu hérna, get ekki. Ég sé nú ekki að leika mig í neitt vesen hérna. En eitthvað svona bara. Þetta er að halda svartari að halda þessu. En á samanskapi er hvítir þá ekki í neinni taphættu. Þannig að Vignir er væntanlega að hugsa að vill ég halda einhverju lífi í stöðunni. Hann er peð undir. Ég skal taka sér smá tíma núna. Ég var alveg 90 mínútur. Og einhvern tíman hún græðir ekkert á því að enda skákina með fulla tíma. Það er að gera notan bara þegar þessi þörf. Og hérna er ákveðin sem að er alveg þess virði að eyða tímanum í. Telur hann að AP sé nógu hættulegt og hann vilji halda biskupnum, til dæmis biskup F8, reyna svo að koma riddarinn með spilið og tefla þetta áfram. Eða taka D4 peð, líklegast tapa AP-inn á móti og verjast einu peð undir allt á sama væng sem eiga að vera, já það á nú að vera hlýtur að vera jafntefli vegna þess að þótt að hvítur ná að nýta umferðarpeð einhvern veginn skipta upp og fá frípeð þá ættu að geta fórnað riddaranum á umferðarpeð og hrókur og riddari get hrók. Það er svona jafntefli sem er nokkuð auðvelt að halda. Hér kemur nefnilega að byrja á H3 áður en tökum D4 sem er hugsanlega mjög góð. Og hér já, það er mjög góð uppástanga af því að ef við náum að drepa F3 og þá er hún í F4. Til dæmis hér drepið. Eitthvað svona. Fyrir samt að passa okkur að það er ekki onni á F4. Segjum að ætlum að nota þessa leppun, þá kemur skák og svo hérna. Þótt að jafnteflismöguleikar séu einhverja hérna, þetta er svona líklega að tapa. Já, eitthvað svona kemur alveg sterklega til greina líka.
En vantarlega getum við líka skák hérna hér. Það er náttúrulega ofan í hérna. Þannig að hróktur bara það hróktur bara D4, þannig að vantarlega er að leika hér. Þá leik ég A2, já, ok. Já, kannski nær hann bara að kvitta þetta út þarna. Þannig að Vignir er að reyna að leysa þetta. Nú er bara að nota tímann og rekna. Og vera viss. Menni H3 áður getur verið flotti leikur hérna. Bara dagur, hann draf á C8. Komast við kannski inn hérna, en þá er hún í að B2. Dagur þarf að vanda sig hérna. Það þegar næja, já, ekkert að peði og leika B5, eitthvað slíkt, bara stoppa hérna biskup hérna. Þá getur svartur byrjað að bæta stöðuna jafnt og þétt. Og hanga umfram peðinu. Já, mér sýnist Bárður vera í bílstjórasetunni hérna. Hann er sá sem hefur vinningsmöguleika frumkvæði fjarað út í degi. Myndi ég halda. Það verðist voðalega lítið að frétta hérna hjá Hilmi og Sasha. Hann reyndi að koma hérna frá H4, hann kom H5. Sasha, kongur B3, F4, kongur B4. Hvítur er að reyna að nýta hérna umfram peði sig þetta á kongin. Svartur er að reyna að búa til mótspil. Er hann eitthvað sett til þess? Það er hann eða tíma í eitthvað svona, kongur hér. Sem þvinga drápið og þá er hann í H4 í komið mótspil. Það sé ekki máli, fara hér og hér. Gegenspiel. Schwarz muss Gegenspiel. Eitthvað. Við setjum bara C3 komin hjá Vigni. Hvað er með hann hérna setleiknum minn? Er Vignir að reyna að gefa okkur eitthvað merki hann eða er hann bara að klóra sér? Haukur virðist mjög áhugasamur þessa skák. Hann drepur á D4. Ofir H3 yfir. Já, nú er spurning hvort að hvítur finni eitthvað eða hvort þetta sé að fjara út í einhvers konar jafntefli. Tekum klósetpásu í 1 mínútu.
Hrókur B3 komin að borðið. Einhver verið sem fyrir Hjörvar 4 peð móti 2? Já, Haukur, já. Það væri gaman að fá nokkra unga í landsliðsflokkinn. Við sjáum bara Kúkes er 17 ára og mögulega heimsmeistari 18 ára. Það verður að þjálfa þessi stráka unga. Það er bara þannig. Já, Hrókur D2 og H3, þetta virðist vera bara sniðulegði hjá Vigni. Já, það tapast hérna. Verður þetta ekki bara riddar endatal? Hrókur A2. Já, drapa H3. Er það ekki alveg, ég held kannski að myndi leika að gera þetta svona. Það hlýtur nú réttefnislegt, en Hjörvar valdi hérna Geturbjörn H3 og Hrókur H2. Þá fættir þetta, þá er jafnt á liði. Það getur ekki verið mikið líf í því. Þetta er samt eitt trikk í hug. Það er líka E5. Það er svo sem er ekkert merkilegt trikk. Leika eitthvað svona E5. Við dreina 4. Það er ekki merkilega trikk en það. Ég ætlaði nú bara að skáka hérna og valda þetta peð þannig. En hvað er að gerast hérna eftir já, það semja bara, það er ekkert að þrínuna við þetta. Jafntefli hjá Hjörvar og Vigni og það verður að teljast ásættanleg úrslit fyrir Vigni með svart gegn Hjörvari og greinilegt, já, bara á byrjun að vali hans, hann ætlaði að tefla Solid. Svartur hann, já, spurning hvort hann hafi svona staði örlítið höllum fæti á tímapunkti en Hjörvar fann ekki leið til að nýta frumkvæði. Já, frumkvæði, svartur með frumkvæði til að nýta umframpeði. Þannig að það var nóg líf í stöðunni hjá Vigni til að stríða honum hana. En þetta eru þriðju úrslitin okkar í dag. Hér mætti ekki til leik, svona Lenka fekk vinning, Vignir og Hjörvar jafntefli og Guðmundur vann gegn Olgu. Virkaði mjög, já, skemmtilegur lokahnykkur á þeirri skák hjá Guðmundi. Já, Sasha búinleika kongur F5 sínsmunni. Kongur F5, þá draf Hilmir á F4 og leik A5. Svartur vantarlega neðist til að fara í mótspilið hérna með kongur A4. Höfum við tíma í mótspil hér, mögulega líka. Allavega, bara Hrókur E7, svona aðeins að spyrja hvitna spurninga. Af því að ef að við fáum þetta E-peð og B-peð brunnur áfram þá vantarlega getum við fórna hróknum. Við erum að koma með svo hættulegt F-peð á móti hérna. Svartur virðist hafa nægilegt mótspil hérna til að þurfa ekki að ágera á þessum umfrapeði á drottningvagnum. Talandi um umfrapeð, Barður sýnist mér bara að hanga hérna á þessu umfrapeði sínu. Hrókur C7, kemur vantarlega biskup C4 hjá Degi og ætlar vantarlega að fara að spyrja þennan riddara einhverja spurninga.
hann svona redda sér. Í versta falli fyrir við hér og gefum P tilbaka sem ætti að vera jafntefli. Þannig að svartur að reyna að finna leiðir hérna til að vinna. Það er spurning hvernig. Þetta er mjög straightforward plan að koma bara með kónginn. Kongur í E7, vantanlega kongur F1 núna hjá Degi. Hér er ein lúmsk pæling sko. Kongur F1. Hrókur D7, fyrst að ég loka þessa línu hérna. Já, ok. Ok, kongur F1 gerir ekki neitt. Við hóldum ekki eins og að koma þegar við erum mát hérna. Ok, þá er þetta nú helvítar ef hann getur ekki einu sinni kongur F1. Hvað ætlar hann þá að gera? En það sem ég vildi sína er að hvítur þarf aðeins að passa sig á þessu einfalda plani að setja á hana hrókina sem á eiginlega enga reiti og svo kemur A5 og menninni vinna hérna sýnist mér ansi vel saman í því að taka allar reitarnar hrókinu. Svartur stendur klálega betur í skák dags og barðs, barður með umfrapeð og aldrei þessi vant ekki í brjálu tímaraki, hefur 4 myndur eins og dagur. Já, ég held að þessi skák sé bara spurning hvort að svartur ná að nýta umfrapeði og sigla þessu heim. Þannig að kannski málmálana er Hannes og Helgi Ás hann er konum með Hilmi og Sasha vel gert og hann er með Helga Ás. Það er kannski málmálana nær Helgi að búa til eitthvað spil hérna. Við sáum hann leika hrókur H8, það kom svo margir leikir, já, hrókur H8, þá leik Hannes dronningina 4, B4 og hann er alveg til í að hleypa hann með kaupin, hann vil meina að sé með svona gott fortress, en já, ég held í vestafalli gæti hvítur nú farið í kaupin, en Hannes ákveður að fara ekki í kaupin. Hrókur D3, hérna hörvar Helgi, dronningina 3, kongur F2, þetta er svona fram og tilbaka. Já, Helgi er að reyna að halda þessu lokuðu. En hann gefur ekki eftir að opna línur. Það er rétt að bæta stöðuna fyrir hvítan. C4. Series 2 til Series 4. Þetta drepur Helgi vantarlega. Við getum ekki gefið eftir hennar D4 myndi ég halda. Þetta er C4 að hafa náttúrulega mikilvæga reitur hérna fyrir svörtu mennina, þannig að Helgi reynir að halda í horfið hérna. Setur á P sem Helgi valdar. Og Helgi er greinilega rígheldur svona í möguleikann á að leika eitthvað tíman Series 6 til Series 5 og einhvers konar fórn hérna í G2, eitthvað slíkt. Já, mér finnst Hannes ekki alveg hafa unnið nógu vel á stöðinni. Finnst hann þarf að hafa ágjörð á einhverju svona spili á svörtum. Svo sem engin hótur eins og er. Það má ímynda sér. Já.
Já, Hannes alltaf komin niður í 4 mínútur, hann er ekki mikið tímarik en Hannes. Og við fyrir stöðinu þarna, já, svona. Hann er að leika ykkur. Hrókur Einar 1. Já. Það er svona, það er svona lús í þessu, þú veist. Ég satt að leika einhverjum biðleik hérna. Hrókur E4. Dribbi. Ég var drottningi aftur, ok. Slepp. Ég slepp. Það var kongur H7 engin leikur. Fyrst þetta er ekki einu sinni hóttun. Ég þarf að koma þessu við spili til að fá eitthvað mótspil. Hann fer aftur á E6-ina. Svona ágætis spilleikur. Rittarinn stendur náttúrulega vel í bakkaringunni. Hvítur það reykt ef hann að fara að koma þessu drasli hérna af stað, sko. Og hérna er hreinlega spurning hvort að hann segja að fara í eitthvað hægfara plan. Getur kannski byrjað á drottning C4 eitthvað slíkt. Og hreinlega taka Petersen á þetta og bara koma kongnum á einhverjum hlaupum hérna yfir á drottningavanginn. Kannski öruggara að vera eitthvað svona bakvið hérna. Vera eitthvað hér og fara svo að koma þessu peðum á stað. Mitt frægskákur á Petersen þar sem að hann labbaði með konginn yfir á drottningavanginn áður en að fór í aðgerðinu með peðunum á Kongsvæng. Línu hægir, Bárður Örn er búinn að vinna. Ok, og sjá, það gerist hérna. Já, hann lenti, já, við vorum eiginlega búin að greina það að þessi, hérna, hrókur var í smá vandræðum. Hrókur D7. Þá sér hann að vill koma með kónginn. Leikur biskup E2, en átti sig á því að rittarinn kemur tilbaka á D5 og hann langar ritti. Þannig að þetta þema sem við vorum eiginlega búin að sjá, ég sá svona aðra útgáfa á þessu þema. Að leika kóngur hér og hér og svo A5, en hérna kom eiginlega önnur útgáfa á þessu þema, þessi hrókur á langar ritti. Já, þessi hrókar geta verið svolítið til vandræða. Hilmir lenti einmitt í því að vera hálf leiklaus með hrókinn sinn í síðustu fyrir móti Helga. Sem gerði Helga kleift að bjóða kaup og fara í undirbæðsandafl. En já, vel getur Bárði, hann virtist í vandræðum hana, hann drap eitthvað peð hana í byrjunum A2 og einhvers staðar hér var maður farin að halda að drottningi væri í svolítið vandræðum hérna sem hún líklega er, en hann fann einhverja leið hérna með C5 og spurning hvernig þetta stóð hérna í miðtaflinu. Hann leik ekki F5, hann leik C5. Já. Og hann hefur líklega, þú veist, ef hann hefði getað, hann líklega vilja drepa þetta peð hérna, en það hlýtur að vera eitthvað svona, eitthvað leiðilegt hérna. Drottning með C2, og þessi onni, hann er að taka svona, og kemur þessi, sko. Hann hefði nefnilega tekið E4 en hefði getað.
Þannig að þetta svona, einhvers staðar hér er kritiska staðan. Það var gaman að skoða eftir í tölunum hvað var að gerast hérna. En vel gert hjá Bárði og hann endaði á því að ná sér í hérna hrók hérna. Það stóð illa. Það voru bara tvær skakir eftir. Önnur er Hilmir og Alexander. Það sem að þetta hrókstandarbur komið hjá okkur. Hvernig kom það upp? Vorum þessu stöðu hérna. A5, kom ekki 4 kom, B6, teki, útur að H4. Svartur er peð yfir, en hvítur er með hættulegar peð hérna. Tókur að fóra D1, okkur ekki að D2. Tókur með G7. Hæ? Leikar hrókur D og svo hrókur D2, má það vera? Ég ekki skilja. Ég bara ekki skilja, akkur ekki hrókur D2. Það er þá komin kongur C3. Já, auðvitað. Hrókur D2 strax, kannski kongur C3 og ég hóta þess ekki. Út af þessum. Ok, þannig að verður að vera hér til að hrókur D til að hóta skákinni hérna. Og hefði leikið G5 þá vantarlega B7, já, skák og G5 og líklegast nægilegt mótspil. Hrókur G7 og þá kom hrókur D2 af því að núna kemst það tilbaka eftir kongur C3 þá kemst það tilbaka hérna B7 hrókur hérna af því að stöðun áðan var það ekki boðið af því að hrókurinn var á C7 sem sagt hér úps hér að nú hefði hrókur C8 unnið skákina. Ok, þetta leit fyrir lút en það átti sér allt rökréttar skýringar. Já, þeir eru búin að ná 40 leikjum, þannig að þeir mun hugsa sig en Hannes og Helgi þar, já, 40. leikur riddari G5, heyrðu. Það er Helgi eitthvað að stríðunum. Við skoðum hérna, mér finnst nú Helgi hafa bætst, ok, svona vantar leiki, afsaki þetta. Skoðum þetta aðeins á sýningaborðið hérna. Við sjáum C4 dreiptum D5. Leik Hannes okkur E1 og ég sagði ok, við erum að ætta henni biskup einhvern veginn, þetta er að fóra E6. Kongur E3, já. Það kom C5 hjá Helga. Og nú loksist opnar hann fyrir henni biskup. Ef þú tekur núna, hrókur bara F3 og þú ert mát. Kongur E3 fyrir leikur. Þannig að kongur er hörvar. Þá setur við D4. Nú fær Helgi pöttu á D4. Valda. Nú er að lifnu svartu stöðunni. Er Helgi bara að snúa á hann hérna. Þetta er G5. Nú hótar hann fórninni hérna á F3. Hvað er Hannes búinn að vera að gera síðustu 10 leiki? Drondur með D4. Þá ég hrókur bara F3 úr stöðunni. Þetta er 41. leikur. Akkur er hann að flýta þessu svona að leika 41. leik? Hvað er það með á hérna? Á Helgi hrókur bara F3 úr stöðunni. Helgi á nógan tíma, hann getur reiknað. Ég trúi líka hann að leikja svo snöggt. Riddar þetta bara F3. Er hann að klúra þessu? Er Hannes að klúra þessu hérna undir lok tímamarkana? Ef drondur upp D5 fá skýringaborð þá drepar hann auðvitað með D2 með skák. Ef dronningin fyrir þá kemur riddarinn tilbaka, svartur er manni yfir. Ef kóngurinn víkur undan þá náum við þennan og peðin falla hérna, stráfalla hvert öðru. Svartur stendur til vinnings. Já, hérna hér. Ef hann drepur þetta þá drepum við dronningu og þetta er mát. Ótrúlegt.
Af hverju er Hannes að flýta sig svona? Hann er bara að klóra þessu. Hann gefur. Þetta er alveg með ólíkindum. Helgi Áss, einn efstur, kom með vinningsforskot. Þetta er ótrúlega klúður hjá Hannesi. Til að toppa heppnina þá er Héðinn hættur í mótinu og Helgi fær fría vinning á morgun og hvíldardag. Ótrúlega vending. Og af hverju er Hannes að leika 41. leiknum svona snöggt? Hvað eru menn að gera hérna? Það er kannski búin að klúra þessi hvort það er en að taka sér ekki tíma í þessari stöðu er alveg með ólíkindum. Já, hérna. Rosalega teldi Hannes þetta illa eftir að ég ætla að fullera það, ég veit ekki hvort ég á að segja kólunni en við bökkum eitthvað hérna, ég menna eitthvað svona staða, hvað er það? Já, það er ótrúlega líf í svartastöðinu þetta. Það er kannski ekki hérna öll og ég held. Ég veist að hvað enda, þetta enda bara, er þetta bara eftir að gefið það ekki? Þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Já, er ég ennþá með á hana, fyrir ekki. Er ég búinn að vera, já, með eitthvað blaður hérna. Já, var ég ekki með þetta í myndinni þegar fórum yfir stöðuna áðan. Þetta bara eftir og. Drandur með D5 og dreipar hann bara hér. Vinnur mann. Drandur ekki eftir og er náttúrulega bara. Já, við þurfum ekki eins og draumum riddara. Draumum biskup eða riddara. Já, og svo bara fellur allt. Úff, ég hérna, á ekki orð. Og kongur E2, fyrstur í D5. Og allt stráfellur hérna. Og þetta er bara mát í tveimur hérna. Já, það er alltaf einhverjar vendingar í skákunum hjá Hannes og Helga. Nú frætt þegar ég misti báður að mát í tveimur hérna. Fyrir það vel 2 árum. Já, og það er komin úrslit hjá Alexander og Hilmi. Það gengur Hannes í burtu, en hérna eru þeir. Hrókur Esju, hann bauð jafntefli. Þetta er bara 0,0, já. Já, þetta var skákastri sem stemdi eiginlega alltaf í jafntefli. Alexander var alveg gríðarlega vel undirbúinn og hann var með komin í 1.36 á tímabili sem er alveg ótrúlegt. Kongur F5, hérna 1.37. Já, hérna er fyrsti leikurinn sem Alexander hugsaði sig um. Hérna er með 1.37 á klukkunni eftir 23 leiki. Og við erum ennþá að fylgja skákinni. Síman hvítt og Rydzjakov svart frá 2014, svartuleik A5. Enda líka með jafntefli, en kongur E4. Fýll leikur líka. En minnst kongur E4 er svona rökrætt þegar hann bindur hvítan mikið niður. Þetta eru greinilega rökrætt úrslit, heyrum við eitthvað í þeim hérna má sjá. Já, þannig að við klárum bara nokkuð snemma hérna í þetta skipti. Já, önnur umfyrir sem við náum að klára eiginlega allt. Klárum allt hérna undir lok fyrir tímamarkana. Þannig að við bara getum hlaupið hérna farið hratt, já, komið hratt við sögu hérna Lenka fekk vinning á móti Héðni hefur dreigið sig á mótinu sem að, já, sérstaklega eftir síðust úrslit hefur ansi stór áhrif á gang mála þar sem að Helgi Áss fær þá fría vinning í næstu umferð þar sem hann hefði átt að hafa svart á Héðinn
Bárður Örn virtist komast, já, ná að leysa vandamálin í miðtaflinu skemmtilega. Það virtist vera vandræði með dróningunni í miðtaflinu en enda því að hanga á umframpeði og hérna náði hann að trikka Dag var að koma kongnum að hérna til að hreykina riddar í burtu, má ekki fara á E1 strax út af mátinu og ákvað að koma veg fyrir það. Hann fór úr öskunni í eldinn, kom veg fyrir mátinn, tapaði róknum. Vignir og Hjörvar var hörku spennandi skák. Vignir byrjaði á því að fá gríðarlega tímahúskot, fórnaði þessu peði hérna B7, telda fítónskrafti og fór mikil tími hjá Hjörvar. Sjáum að hérna er hann komin í 11. leik niður í 22 mínútur. En þeir voru að fylgja hérna tveimur skákum, þekktum skákmönnum, Elvest Yusupov meðal annars, sem báður endur í jafntefli og þetta endar þannig að svartur er peð undir með parið og hættulegt A-peð. Það fór að lokum að A-peð er svona náða að halda hvítum í skefjum og svo loks náði Vignir að skipta upp hérna á A og D-peðinu og þessi leikur H3 eiginlega bjargar honum frá því að lenda einhvers konar þjáningu og hérna er þetta bara orðið jafnteflislegt. Spurning hvort að hvítum megi leika frá okkur atferðina eða hvað, er það eitthvað blöndir að mér það? Já, ég kannski næ bara hérna klókur D3 og ná þessu peði strax. Já, ok, það var engin leið til að gera neitt og þetta er bara jafntefli boðið, jafntefli samþykkt. Guðmundur átti líklega leik dagsins, C4 held ég. Það var einhver staðinn í miðtaflinu og Olga fór líklega í vafasamar aðgerðir hérna. Hún þurfti að bregðast við aðgerðum Svarts á Drottningavæng, fór í eigin aðgerðir. Þær voru að hægfara og G4 líklega lélegur leikur. Allt í róni hérna á eiginum og Guðmundur að komast í gegn. Hérna var hægt að skáka A3. C4 er flottur leikur. Það var hægt að fá betri útgáfu C4 með því að skáka hérna og hérna og leika svo C4. En mér fannst C4 samt mjög töff leikur og hérna er hvítur einfaldlega varnarlaus algjörlega. Við fórum yfir þetta í útsendingunni. B-dröfli C4, D-dröfli C4, hvorugt gengur. C3 úr hótuninn, hrókur B virðist vera eina vörnin og hérna ætlum við að leika drottning D2 en mér sýnist nú að leikur Guðmundar C3 sé bara besta leikurinn í stöðinni. Var eitthvað að þessum? Hérna þá ætlum við að leika hér. Já, þetta gengur upp, þetta er kúlunarsvartan. Tölum við bara lengi að taka við sér. Já, alla leiðir til Rómar hérna en hann valdi C3 sem er skemmtilegur. Drottning B2 þetta má ekki taka út á móti borði og hrókur C gengur ekki heldur út á drottning B7. Þannig henni fór ómikið lið í vaskinn í Olgu og Guðmund náði sigur. Drottning B7 skák gefið. Við vorum að sjá Hilmi og Alexander klára, þetta var síðast skákinn til að klárast. Jafntefli staðbrigði sem að fór beint í hrósendtap, langur undirbúningur og Svartur var nógu duglegur að ná mótspil til að sportna við þessu hættulega B-peði hvíts. Hún við H4 just in time og jafntefli sami hérna sem eru rökrétt úrslit. Og svo var það Helgi Ás sem að náði sér í gríðarlega mikilvæg sigur með svartamennunum, enn einn sigurinn í þessum blessaða Pirk. Hannes fekk fína stöðu hérna. Það er mjög auðvelt að fá svona milli pluss halvur og pluss 1 á móti Pirk en það þýðir ekki að skákið sér unnin. En mér fannst nú margt bæta til þess að Hannes var að fá mjög vænlegt taflina og hann virðist vera að gera það hérna eftir hrútibröðsug, byrstubröðsug, komutibröðsug, H6. Þá fær hann hrók og 2 peð fyrir 2 menn en eftir F3 þá fær hann 1 peð til viðbótar. 3 peð og hrók fyrir 2 menn en hvítur er ekkert að ná að nýta peðin og það
að hann hefur 8p að því að hann hefur enga opna línu fyrir hrókana, þannig að hann náði aldrei einhvern veginn að koma hrókunum í spilið. Og Helgi svona jöðast áfram í þessu, reyndi bara að halda þessum blokkeringum, þessi riddarablokking mjög góð riddar á D5, og hérna vildi hann ekki hleypa honum í C4, leikur sjálfur á endanum B4, hleypar hann með kaupin sem að hugnaðast honum Hannes ekki. Og hérna allt í einu bara orðið helviti erfitt að komast áfram fyrir hvítan. Og þetta var kannski mun meira að halda í svörtu stöðun en ég hélt sko, því nú ég að horfa þetta aðeins með apparatið í gangi. En kongur E3 var nú greinilega alveg skelfilegur sko. Hérna fer skákin í hálfpartin í vaskinn eftir C5, af því að D-drepur C5 prókutur verið F3, þannig að maður mista því. Það má ekki taka þetta út af þessum. Mount. Það nú opnaðist fyrir alla mennir á svörtum. Allir mennir, allt í orðið aktífir. Kongurinn fara að hörfa. Nú fara hann annað pett tilbaka og heldur allir pressunni. Riddari G5. Þetta var síðasta leikurinn í skákinni. Já, vendingar í umferðinni. Heill vinningur í forskot núna í Helgás. Og já, Alexander og Hilmir voru ekki að færast nær, ekki Hannes heldur. Þannig að þetta orðið bara spurning hvort að Vignir að nær að hanga í skottinu á Helgás. Þeir mæta sér lokaumferðinni. Þannig að þetta virðist vera orðið tveggja hlaupa hest. Við séum konum með 2 oddafiska. Helgás og Vignir Vatnar. Og já, því virðist lítið geta fengið breytt eins og staðan er. En já, umferðin búin nokkuð snemma hjá okkur í dag. 4:07 við lok fyrstu tímamarka. En við heldum ótrúlega áfram á morgun, 8. umferð. Já, það spennir hvaða vendingar eru eftir á síðastmóti. Það verður gaman að sjá það. 8. umferð á morgun, sjáumst á Skákir 3 útsending svona milli 4:30 og 5. Ég hef svona verið að færast nær 4:30 að reyna að halda með það. Þannig við sjáumst bara á morgun. Takk fyrir í dag.